Velkomin í Eldum Íslenskt. Í þessum þætti ætlum við að skoða folaldatkjöt. Það verður nú ekki mikið betur en það. Við erum með 2 reynda matarsérfræðinga og það er hann Mummi upp í skóla sem ætlar að sýna sinn einstaka hæfileika í elda folaldatkjöt. Og svo ætlum við að hitta hana Margréti, skólastýri í Hússtjórnarskólanum og hún ætlar að gera þetta með sínu lagi. En við ætlum að byrja að hitta hann Kristinn Guðnason sem er formaður félag hrossabænda og fræðast alveg hrossarækt frá A til Ö. Þeir sem eru með þeir stóð, svokölluð svona sláturstóð, það eru yfirleitt bændur sem eru á mjög góðum jörðum eða miklum grasjörðum, þar sem að landkostur eru góðir og sá búskapur er kannski svolítið sérhæfður frá öðrum búskap á Íslandi að hross eru mjög vistvæn, þau eru eingöngu alltaf á útjörð, óábornu landi. Nú, þessi búskapur, ef við förum svona yfir ferilinn og byrjum á vori, hryssurnar í þessum stóðum er yfirleitt láta að kasta í maí og þar alveg enn stóðhestur settur í þær svona kringum miðjan júní, það er ganga með í 11 mánuði hryssurnar. Folaldunum er lóað á bilinu svona frá 5 mánaða til 11 mánaða. Nú þegar raunverulega það eina sem að þessi stóð nota hvað við að segja af fóðri sem að ekki er eingöngu bara náttúrulega, það er auðvitað svona hluti af vetrinum sem hryssum er gefið ei, en til dæmis meðala gjöf og annað er nánast engin og til dæmis þau folöld sem eru fargað að þau fá engin auka efni frá fæðingu til förgunar. Núna ætla ég að laga folaldasneiðar. Ég ætla ekki að setja þær í rasp núna. Ég ætla ekki að búa til snitsel. Það er mjög gott að búa til snitsel úr fólandi. Þá slærða maður þær þunnar og pannerar upp á raspi. Núna ætla ég bara að steikja þær beint á pönnu og með því ætla ég að gera paprikusósu og hún samanstendur af beikoni, papriku og lauk og sjálfsögðu paprikudufti, pottagöldurum, mjög vandað og gott, smá tómatpúre, niður svona tómatum, sjönkji tómatum og smá kryddjurtar. Olía hérna sem ég er búinn að laga sem samanstendur af timjan, rósmarín og örlítið dill líka og síðan er það hérna hvítlaukurinn sem fer líka í sósuna. Byrja á því, hita pönnunar og síðan ætla ég að skera hérna niður sneiðarnar og ég er hérna með folaldafíle. Ég ætla bara að taka þetta í svona litla sneiðar. Annarkvort getur maður keypt þetta heilt hjá kjötköttmannum eða keypt svona í sneiðum væntanlega. Þannig er ég komið með sneiðarnar og ég ætla að krydda þær bara og ég setja þær á pannuna. Krydda bara með salt og pipar. Við getum að líka verið með gróft salt í myllu, sjávarsalt eða eitthvað þannig og pipamyllu í saltmyllu þá. Ég er nú bara með fínt salt hérna núna. Ég snöggsteiki þessar sneiðar, þær eru mjög meyrar og fljótar að steikjast. Og ég ætla að byrja á því að skera niður beikonið og ég sker það í litla teninga. Og saxa laukinn, paprikuna og merja hvítlaukinn. Geymi beikoni hérna hjá kjötinu og það skiptum bretti. Síðan tek ég paprikuna. Kannaði strimla
laukinn. Og næsta sem ég geri, það er að steikja beikoni hérna á pönnunni. Paprikusósunni er alltaf gott að hafa beikon. Lofa því aðeins að brúnast. Áður en ég set laukinn. Og pannan er nú alveg að verða orðin heit fyrir steikina. Þá set ég steikunar á. Síðan getum við líka velt upp hveiti, það viljum. Og eins og við gatum áðan, það er hægt að laga góða snitsel úr fóldakjötinu. Fóldakjöt er gott í gúlas og alls konar rétti sem að strókanoff. Þannig að við erum alveg óhrætt við að nota fólandið og eins bara hrossakjöt, hygglust að nota það. Flesta þjóðir sem að borða eða marga þjóðir sem borða hrossakjöt. Síðan setjum við laukinn, paprikuna, steikjum þetta allt saman. Slekk undir fólandinu, eitthvað af. Svo höldum áfram með þetta. Og það setja smá smjörgrípu hérna. Miðjuna. Paprikuna. Svolítið vel af henni. Meira. Passa hún brenni ekki. Svo er náttúrulega ferska paprikan og maður getur notað gula og græna. Það vill. Þetta er smá svona kryddjurtir. Það er sprengja þetta svolítið upp. Svona, nú fyrir að færast svona svolítið fjör í þetta. Smá tómatpúrri. Réttum sér á það hérna. Svona. Nú með svona kjöti, þar kemur alltaf spurning hvernig kartöflur ég var með þessu. Þess vegna verið bara með góðar kartöflumús, pönnusteikta kartöflur eða bara hreint og beint soðnar kartöflur. Svo svona chunky tómatar hérna. Svona. Ef maður kýs, þá gæti maður alveg borða þetta bara með. Svona. En einhvers staðar sá ég að það væri gott að setja hérna. Ef maður verið að laga mikið af sósu, þá getur maður sett smá hveiti í þetta og síðan soð. Búið til sósu eða þessu tilfelli ætla ég bara að sjóða þetta aðeins niður með rjóma. Þá er ég komið með paprikusósu. Aðeins að smakka þetta. Jájá, þetta er fínt. Beikonið gefur saltið, þannig að ég þarf ekkert að salta þetta. Þetta er bragðmikil og mjúk sósa. Og þá ætla ég að setja þetta upp á disk. Fólandakjötið er alltaf myrt og gott.
Örlítið kryddolíu yfir. Gjörðu svo vel. Ég elda hrossafíle, eða kaupi hrossafíle eða hrossalund eftir því sem lítur betur út og svo býti carpaccio. Og ég fer að því að voða einfalt ég býð yfirleitt kjötið af manninum að sneiða sneiðarnar þunnar eða þá að ég tek og sneið hana mjög þunnar og er með plastpoka sem ég þrýst henni bara svona niður og sker hann í litla sneiðar, set góða ólífuolíu yfir og parmesanost og svo tek ég basiliku og dreifi yfir. Alveg æðislega gott. Já, velkomin. Ég ætla að fara að elda ljúffengt fólatafili. Hrossakjöt er einstaklega meyrt og hentar í ýmsa rétti. Þennan vöðva ætla ég bara að heilsteki í ofni og gefa svipað eins og róstbíf. En hrossa og fólatakjöt er ansi ljúffengt. En í þetta sinn ætla ég ekki að bjóða ykkur í mat. Þið ætlaði að kíkja til hennar Möggu, skólastýri í Hússtjórnarskólanum og sjá hvernig hún er að handera fólatakjöt. Góðan daginn og velkomin í Hússtjórnarskólan. Núna ætla ég að vera með steikt fólatafili. Þetta er mjög meyrt kjöt og gott kjöt. Fínn vöðvi. Þetta er mjög gott að grill líka, svo bara allir viti það. Og þetta kjöt ætla ég að elda mjög einfalda máta. Skera það niður í sneiðar, krydda það, setja olíu á með kryddi út í og steikja það á pönnu. Og steikja létt, steikja grænmeti með og berja það fram með svona kartöflum. Það gæti ekki verið einfaldara. Við byrjum á því að skera þetta í svona þunnar, fínar sneiðar. Þetta var svolítið þykk hérna í endan. Og skerum hérna sneiðarnar niður, þessum hafa það ekkert of stórar. Þetta kjöt ætlum við ekki að banka eða neitt. Þetta þarf svo stutt á suðu og þetta er svo meyrt kjöt. 5 sneiðar á pönnuna. Svona. En hvað þetta er lekkert og fínt. Svo mjúkt að maður getur bara sett puttan í gegnum þetta. Hérna er ég með olíu í skál. Sama við olíuna var ég búin að setja smá oregano og þið getið sett líka bara blóðberg í staðinn. Nota íslenska jurtir. En það er sem kom 1/4 teskeið oregano. Það fóru 1/4 teskeið af paprikudufti. Það var svolítið 4 teskeið. Því að skeiðamál eru bara svona og þá er áætlað sléttfull skeið. Og hérna er timian og þetta er svolítið stór dallur en við látum okkur hafa það. Setjum bara hérna til hliðar. Svo á að fara út í þetta smávegis að salti. Ekki viljum hafa þetta saltlaust. Við skulum hafa eins og halva teskeið og ekki mæla yfir ílátinu sem það fari í því það gæti bara farið næstu í allir stampinu, sko, sjáðu. Þannig. Setjum það til hliðar. Hrærum þessu saman. Það má saksa hvítlauk og setja út í og það má líka nota hvítlauksduft. Eins og hérna. Að því við ætlum að pensla svo kjötið þá er hann svolítið gróft að vera með hvítlaukisneiddan en sveimið þá, það er svo miklu betra að vera með ferskan hvítlauk heldur en duft. Og ég ekki bara að skella hérna smá hvítlauk hérna úti. Setjum 1 rif. Höfum þetta bara til hliðar. Þetta er miklu betra heldur en að vera með duftið, eins og ég segi. Það ferskara. Og þá er einmitt gott þegar maður að saksa svona að vera með hníf með frönsku blaði sem kallað er. En þið getið látið vinna svona. Setja þetta bara hérna úti. Allan hvítlaukinn sem búin að hafa fyrir þessu. Og hræri með svona saman við. Aðeins að setja smá olíu á pönnuna. Og blessa smjörið, setja smá smjör líka. Það kemur svo gott bragð. En við setjum olíu með til þess að smjörið brenni ekki. Svona. Og þetta er nú fljótt að verða alveg sjóðandi heitt núna.
Það ætlum við að setja olíuna með kryddblöndun á kjötið. Þetta er ansi rautt og flott. Penslu bara hérna svona yfir. Þetta er hliðin sem við ætlum að láta snúa niður núna. Og svo bara setjum við á hina hliðina. Þetta komið á pönnuna. Þetta er nú bara svolítið einfalt eða ekki. Og muna það, leggja kjötið á pönnuna. Láta það ekki detta of mikið til hæði svo það brennir ykkur ekki. Þetta er nú ekki flókið og erfitt. En folaldakjöt og hrossakjöt er afskaplega gott kjöt. Og fitan í hrossakjötinu er ekki hættuleg fita fyrir líkamann. Við brjótum hann alveg niður. Þetta er ekki kólesteróllrík fita. Þess vegna þarf allir hvítlaukur með svona. Þá er þetta komið. Tökum síðan spaða til að snúa kjötinu við með. Stingum aldrei með gafli. Aldrei. Viljum hafa kjöt saman með. Nú ætlum ég að snúa kjötinu við hérna. Og lækka hitann um leið. Ég nota bara gaffalinn til að styðja við með. Og núna ætla ég að setja aðeins tómat, sítrónusafa og smá vatn á pönnuna. Á meðan kjötið er að sjóða í sundur, eða sjóða í sundur. Að sjóða eins lengur. Kemur það fallegri áferð. Setjum svo eina hálfa matskeiða vatni. Þið með nota tómatsósu eða tómatpúri. Þið ráðið hvað þið gerið. Þetta er með tómatpúri. Það að setja eins og 2 teskeiðar. Og síðan er hér safi úr hálfri sítrónu. Aðeins að láta svona renna svona út. Og að því að feitin var svo heit þegar þetta fór á pönnuna, þá er ég að hugsa að setja aðeins meira vatn í. Þegar gufaði svo mikið upp. Svona. Síðan ætla að taka grænmetið. Skiptum bretti, þetta er kjötbrettið. Og tek hérna grænmetisbretti. Sker bara fyrir sveppin, ekki smærri en þetta. Ef við varum minni sveppi, myndum við hafa það kannski heila. Þetta eru fínir sveppi næstu til að grilla. En við erum nú bara akkurat ekkert að fara að gera svoleiðis núna. Skerum þetta bara gróft. Ekkert að hafa þetta of fínt, það er ekkert gaman að því. Og nú viljum við hafa grænmeti svona, þannig við getum aðeins svona tuggið það. Það er ekki verið að koma úr dós. Það verður óhæmi flott. Sjáu hvað þetta er svona frekar gróft allt saman. Það er nóg að nota hálfa rauðlaukinn. Það er stór. Rauðlaukur er miklu sætari en hinn laukurinn. Nú er grænmeti allt tilbúið á pönnuna. Nú ætlum ég að setja smá olíu og smá smjör. Jæja, nú bara setjum við grænmeti á pönnuna. Við ætlum að hafa þetta léttsteikt grænmeti. Nú er þetta svolítið mikið grænmeti og svona litla pönnu. En nú er betra að hafa stærri pönnu. Við getum kryddað þetta með salti og pipar eða bara borið kryddið með á borðið og hver veit krydda fyrir sig. Sum myndi setja einhvern grillkrydda á þetta og annað slíkt. Það er allt hægt. Og blómkálið hérna, við skulum setja það bara með líka. Svona. Nú sé ég það strax í hendi minni að þetta bara gengur alls ekki neitt að vera með svona pínu litla pönnu. Þannig ég bara ætla bara skella þessu á aðra pönnu. Þetta er ægilega asnalegt að vera með svona litla pönnu.
Við myndum aldrei nokkuð sem að gera það heima hjá okkur. Nú leyfum við þessu bara að krauma hérna og þetta er rosalega mikið fallegt. Þið gætu sett lok yfir þetta, þá tekur þetta skemmri tíma. En þetta er flott svona. Já, helstu kostir við hrossakjöt og þá náttúrulega kannski tala ég sérstaklega fólaldaskjöt að það er alltaf mjög myrt. Það er voðalega lítill breytileiki í fólaldaskjöti og það er safaríkt. Nú svo er náttúrulega það sem að eru miklu kostir með skoðum fyrir nútíma þjóðfélagi, það er sem að ég kom að áðan að það er mjög hreint, það er bara eingöngu alið upp eða sem sagt hefur eingöngu nýtt náttúrulegt fóður, mest útgjörð og svo náttúrulega er það sem er óvægt að nefna líka að fita á hrossakjöti er talin kannski hollasta fitan af dýrum. Já, hérna nú grænmeti á stærri pönnunni og þetta er að vera tilbúið. Þetta lítur óhemju vel út. Gott svona grænmeti, svona létt steikt, aðeins að taka á sig lit. Kjötið tilbúið hérna, kartöflur tilbúnar hérna. Hvað er þetta að biðja betra? Nú ætlum ég bara að skella þessu öllu hérna saman á fat. Sett kjötsneiðarnar hérna. Munið að sting ekki í með gaflinum, hann er bara til að styðja við, ekki til að stinga í. Svona. Svo ætlum við að hafa kartöflur með þessu og skelli kartöflunum hérna, kannski ekki öllum þessi nú svo stór og geyma hann, kannski handa húsbóndunum eða einhverjum, eða vantar meira. Svona. Og svo þetta yndislega fallega grænmeti hérna. Svona. Svo sem nóg pláss fyrir þetta flotta grænmeti. Þetta er litríkt og flott. Setjum það bara hérna til hliðar með. Ef að þetta puttar ekki upp á fatið, þá veit ég nú ekki hvað. Svona. Og síðan náttúrulega þetta fína soð hérna. Við getum sett svolítið af því hérna yfir, ef við viljum. Yfir kjötið, bara pínu på hans. Hér er þá komið fólaldasknitsel, nýjar íslenskar kartöflur, snöggsteikt grænmeti og smjöru, olíu og bara gjörið þið svo vel. Já, þegar ég gifti mig, þá var ég einmitt með hérna svona rosa garbaccios í forrétt og við giftum okkur út í garði og ákváðum að hafa svona íslenskt þema en annað af því að oft ég til dæmis notaði nautakjöt í garbaccio og við höfðum hrossakjöt og þetta valdi mjög mikla lukku. En til dæmis kindur og ófræðilegt. Já, þetta er ekki að orðið. Ok. Bara,